Martin tapið hérna fyrir pólverunum í dag. Þetta hlýtur að vera gríðarlegur skellur. Þetta bara hundsveikjandi. Já, ég bara virkilega svekktur og svona einhvern veginn langar að spila þennan leik aftur. Þið byrjuðu frábærlega og virtist þarna mikil stemning í ykkur en hún fellur niður svona svolítið á 0-1. Hvað finnst þið gerast? Já, ég veit ekki, það einhvern veginn, þú veist, allir svona dómar fannst mér falla með þeim í dag. Og það eitthvað sem við þurfum að hafa okkar megin sem svona minna lið, við þurfum að láta allt ganga upp og ofan á það vorum við ekki að hitta skotunum eins og í gær og svo einhvern veginn eitthvað svona barningur þar sem við eigum að ná boltanum þá ná þeir honum að setja þrist, þú veist, þetta rosalega erfitt að fá svona kjaftsögg, þú veist, sókn eftir sókn og einhvern veginn þurfum við að fá þessa lukkuguði betur með okkur af því að við þurfum að halda. Við ekki eru skotin að detta eða eitthvað þannig, þannig að við þurfum vonandi að, já, ég veit ekki, ég bara orðlaus. Fyrir 2 árum í Berlín þá var svona meiri gleði og meira svona þakklæti kannski í ykkur heldur en núna. Er það kannski bara partur af því að þið ætlið ykkur að vinna leik núna? Já, auðvitað, þú veist, við náttúrulega komum inn í þetta seinast bara við sem ekkert komum að fara út í og við vorum að spila við þessi frábæru lið og kannski lið sem að hentu okkur betur, þú veist, svona voru hægari og það hendar okkur vel. Og einhvern veginn, ég veit ekki hvort við séum að koma allt og kókraustur inn í þetta eða eitthvað svoleiðis en þú veist, okkur langar rosalega að vinna og mér finnst við full fljótir að brotna þegar þetta gengur ekki upp. Því við einhvern veginn, þú veist, við viljum bara að þetta gerist 1-3 bingo en það er alls ekki þannig. Við þurfum að vinna fyrir hverju einustu sókn og eins og segir, við megum ekki brotna svo auðvitað. Hitti betur í dag heldur en síðast, kannski fellur skuggan á tapinu samt? Já, það skiptir engu máli þegar þú tapar svona stórt og ég er samt ekkert eitthvað sáttur með minn leik. Ég vilja hitta ennþá betur og kannski búa til meira fyrir liðsfélagana. En það er erfitt eða þeir skora sókn eftir sókn og við komumst ekki í hraðar sóknir í staðinn sem hentar mínum leik mjög vel. En ég reyndi svo ég gat í dag og þeir gerðu vel, pólverjar, gefum þeim kredit. Þeir vissu nákvæmlega hvað ætlar að gera á móti okkur og nýttu sína styrkleika vel. Og svo segir það féll svolítið ekki neitt með okkur, óánægður með dómarann í dag? Já, ég ætla ekki að leyna því. Ég var svekktur með það og sérstaklega svona, þú veist, einhver svona 50-50 dómar sem að þú verður að gefa litla liðinu af og til eitthvað smá. Já, ég er ekkert sáttur með það en það er ekkert munurinn á liðunum samt. Það er ekkert akkur að við töpum. Og þessi 30 stig eru heldur ekkert munurinn á liðunum. Við spilum við þau fyrra með, þú veist, þeirra besta leikmann sem er ekki hérna núna og við töpum 8 stigum með eitthvað. Þannig að þetta er rosalega svekkjandi, þú veist, þegar við ættum svo að vinna þennan leik og hann endar svona. Þetta er kannski ekki botninn akkurat núna en það er kannski auðveldara samt að spyrna sér eftir svona tap? Já, þetta er alls ekkert botninn og þú veist, við erum búin að sýna flottan körfubolta á köfnum og við vitum alveg að við getum þetta og nú erum við búin að spila fyrsta leikluta vel og annar leikluta vel, þannig að vonandi spilum við fyrsta, annan og þriðja á morgun og fjórða í kjölfari, en þetta verður erfitt á morgun en það er gaman, þú veist, maður finnur að fólk gerir sér væntingar, þú veist, það gera væntingar til okkar og við gerum það sjálfir og það þýðir að við erum góðir í körfubolta og fólk finnst gaman að horfa okkur, þannig að við verðum að gefa þessum áhorfendum eitthvað meira en við erum búin að sýna í fyrsta 2 leikjum. Rétt í lokin, stuðningsmenn Íslands í dag, hvernig er að vera með það að bakinu? Þetta er bara ótrúlegt, ég var nú vellum á hann, ég bara lokaði sögunum og bara, þú veist, naut stundarinnar, þú veist, maður veit ekkert hvort þetta gerist aftur eða svo framvegis, þannig ég er bara orðlaus, ég veit ekki hvað ég á að segja um þessu stundum, þetta er bara ótrúlegt og það fyrsta sem að þjálfarinn á pólverjum sagði var bara, þú veist, þetta fólk fyrir aftan ykkur er ótrúlegt og ég er bara orðlaus, bara 1000 takkir.